Og dagskráin tæmd, en Íris Lind Sæmundsdóttir fara að hafa síðast orðið. Gjörðu svo vel, Íris. Kærar þakkir, Ari Teitsson. Nú ég þakka framkomnar ábendingar og athugasemdir og tillögur og það sérstaklega hér fyrir ítarlega tillögu frá Silju Báru. Og ég geri mér einmitt alveg grein fyrir mikilvægi þess að Ísland sé landfriðar og að þau grunngildi sem að lögð var áhersla á meðal annars á þjóðfundi og þær innkomnu ábendingar sem við höfum fengið í erindum. Ég held auðvitað verðum við að skoða þetta bara mjög ítarlega og reyna að koma fram þá með orðalag sem að sé þá til samræmis við alþjóðaskuldbindingar okkar núna. Ég ætla svo sem ekkert að fara neitt ítarlega yfir eina eða aðra athugasemd að svo stöddu. Mér langar samt að í samræmi við það sem að Pavel var að tala varðandi skilning hans á EES-samningnum, þá langar mig að benda á það. Ég ekki alveg sammála Pavel með þetta. Ég hugsa að á þeim tíma náttúrulega þegar að EES-samningurinn var gerður þá var útbúið álit frá 3 lögfræðum mönnum, sérfræðingum í stjórnskipunarrétti og Evrópurétti sem mátu sem svo að samningurinn fæli í sér framsal ríkisvalds og þá var meðal annars litið til þess að hann fæli í sér framsal á sektarákvörðunarvaldi á sviði samkeppnismála til eftirlitsstofnunar EFTA og eins ýmsar aðrar ákvarðanir sem að fælu í sig framsal á einhverjum hlutum íslensk ríkisvalds. Það var hins vegar niðurstaða þessara manna að íslensk stjórnskipan hefði þróast með ákveðnum hætti og að hana yrði að túlka sem svo að hún heimilaði framsal ríkisvalds að ákveðnu leyti þannig að það sem sagt að slíkt framsal mætti ná fram að ganga á grundvelli stjórnarskrárinnar ef það væri vel afmarkað og takmarkað og ekki íþyngjandi fyrir borgarana. Nú, ég þeirra skoðunar að þetta hefði átt undir 3. grein eins og við erum að setja hana fram og þá líti nú einna helst til þess að á Noregi á sínum tíma þegar við vorum að gera EES-samningin þá var í gildi svona ákvæði í norsku stjórnarskráni og aðild Norðmanna að EES var samþykkt á grundvelli hennar og eftirfarandi aðild og skuldbindingar sem að leitt hafa af EES-samningnum í Noregi hafa ekki kallað á samsvarandi deilur og ágreining mörk stjórnarskrárinnar okkar síðan þá að því að aðildin fór í gegnum ákveði ferli og það sem kom á eftir var að vissu leyti fyrirsjáanlegt fyrir Norðmenn og eftirfarandi breytingar sem að hafa valdið vandkvæðum fyrir Ísland í Noregi hafa verið samþykktar á grundvelli hefðbundins ákvæðis sem samsvarandi þess sem nú í 2. grein. Þannig að þeir líta sem svo á að sumar breytingar á áður framseldu valdi þó að kunna vera örlitlu meira framsal en áður var samþykkt að það kunni að það geti farið í gegnum 2. grein. Eins og við leggjum 2. grein upp og þetta í samræmi við ákveðna túlkun sem að líka við höfðu í Danmörku á þekku ákvæði þar. Þá fer alltaf fram mat á því hvort verulega breytingu sé að ræða á áður framseldu valdi. Og þá læt ég þessu hér lokið og óska ykkur öllum góðrar helgar. Ég þakka fyrir þennan frábæra föstudag.